Komið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætla ég að fjalla ályktunartölfræði í tölfræði frá grunni. Nánar tiltekið ætla ég að fjalla úrtaksdreifingu lýsistærðar. Núna þegar við erum búin að læra slembistærðir, þá förum við að líta á lýsistærðir svolítið öðru ljósi. Ef þið munið þá var lýsistærð tala sem við reiknum með einhverjum ákveðnum hætti út frá mælingunum okkar. Lýsistærð var eitthvað eins og til dæmis meðaltal, staðalfrávik eða hlutfall og marga fleiri miðgildi, fleiri lýsistærðir sem ég sá. En núna lítum við á mælingarnar okkar sem útkomu slembistærða. Það er að segja mælingarnar okkar eru einhverju tilviljunum háðar og ef við veljum nýtt úrtak og mælum aftur, þá er sannlegt að við fáum aðeins breyttar niðurstöður. En lýsistærðir eru reiknar út frá þessum sömu útkomum sem þýðir að ef að útkomurnar breytast eitthvað, þá geta lýsistærðirnar líka breyst. Það þýðir að lýsistærðir eru í raun slembistærðir. Það geta líka breyst frá tilraun til tilraunar. Hér er dæmi að Anna Helga er að kanna skíðaiðkun Íslendinga. Hún hringir í 20 handahófsvalda einstaklinga á aldrinum 18–70 ára og spyr hvort þeir eigi skíði. Og alls áttu 7 skíði eða 35%. Baldur framkvæmir nákvæmlega eins könnun sama dag en hjá honum áttu 6 skíði eða 30%. Hvaða lýsistærðir eru Anna Helga og Baldur að reikna og hverju voru útkomunnar? Anna Helga og Baldur voru bæði að reikna lýsistærðina hlutfall og fengu útkomunnar 0,35 og 0,3. Og eins og þið sjáið að þó svo Anna Helga og Baldur var að framkvæma nákvæmlega eins tilraun, þá fengu þau aðeins breyttar niðurstöður. Anna fékk 0,35 og hitt fékk 0,3. Þar sem lýsistærðir eru slembistærðir, þá hafa þær einhverja líkindadreifingu. Og líkindadreifing lýsistærða hefur fengið sérstakt nafn sem heitir úrtaksdreifing lýsistærðar, eða á ensku kallast það sampling distribution. Og úrtaksdreifing lýsistærðanna veltur á tvennu, annars vegar líkindadreifingu mælinganna sem lýsistærðin byggir á. Ef við höfum verið að kanna snjósleðaeign Íslendinga en ekki skíðaeign, þá höfum við væntanlega verið að mæla minni hlutföll. Og hins vegar veltur hún á fjölda mælinga sem er reiknað út frá. Ef Anna Helga og Baldur hefur hvert sig spurt 200 manns en ekki 20, þá sannilegt að þau ekki fengi jafn ólíka niðurstöður. Þegar viss skilyrði eru uppfyllt, fylgja úrtaksdreifingar sumra lýsistærða þekktum líkindadreifingu og ályktunartölfræði byggir yfirleitt á því. Skoðum aftur dæmið síðan áðan. Gerum ráð fyrir að skíðaeign Íslendinga á aldrinum 18–70 ára sé í raun 37%. Þá lítur líkindadreifing hlutfalls þeirra sem eiga skíði svona út. Rauða strikið sýnir 37%. Við fengum útkomunnar 35% og 30%. Við sjáum að bæði 40% og 45% eru einnig mjög líklegar útkomur. Og hins vegar er örlítill möguleiki að fá mjög hátt hlutfall, að fá 60% eða hærra, en það er ósennilegra. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja úrtaksdreifingu lýsistærðar.